Sæl. Í kvöld þá ætlum við að halda áfram í opinberunarbókinni. Í kvöld það bréfið til safnaðarins í Pergamos, sem þá þriðja bréfið af þessum 7 söfnum í opinberunarbókinni. En áður en við lesum þau orð, þá skulum við aðeins skoða opinberunarbókina. Hvers konar bók það? Hún mjög merkileg bók. Þetta eina bókin sem að það fyrirheit blessun ef að maður les þessa bók. Í 3. versi 1. kafla þá skrifar Jóhannes: Sæll sá les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim ritað, því að tíminn í nánd. Og þetta sem sagt opinberu sem að Jóhannes fékk, opinberu sem að Guð gaf Jesú og Jesú gaf síðan Jóhannesi. Við getum líka velt fyrir okkur, af hverju það akkurat þessi 7 söfnuðir sem að fá þessi bréf? Og fyrir okkur þá eflaust fyrstu 3 kaflarnir í bókinni svona það mikilvægasta sem við getum tekið til okkar. Vegna þess að í raun og veru þá þetta svona eins og einkunnarskírteini sem að þessi söfnuðir fá, svona eftir hálfgert lokapróf. Sumir verða hissa á jákvæðan hátt og aðrir verða hissa, ímynda sér að staða sér betri. En í lok hvers bréfs þá stendur líka að hver sem eyra hefur, hann heyrir hvað Andinn segir söfnuðunum. Það semst í fleirtölu. Þannig að þetta var ekki bara mynd semst til einsafnaðar fyrir sig, en þetta var þá að því læsu þetta allir Og líka við sem höfum eyru, þetta líka til okkar. Og þetta í rauninu veru einkenni sem við getum fundið í hverjum söfnuði, jafnvel í dag. Það einhver einkenni safnaðarins í Efesus og í Smyrnu og svo líka í Pergamos. Við finnum þetta í mismunandi mæli í öllum söfnuðum. Við skulum lesa þetta 3. bréf. 2. kafli, 12. vers til og með 17. Og engill safnaðarins í Pergamos skal þú rita. Þetta segir sá sem hefur sverð tvíeggjað og bitra. Ég veit hvar þú býrð, þar sem hásæti Satans Þú heldur stöðugt við nafn mitt og afneitar ekki trúnni á mig. Jafnvel ekki á dögum Antipasar, minns trúarvottar, sem dyddur var hjá yður, þar sem Satan býr. En þó hef ég nokkuð á móti þér. Þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams, þess kenndi Balak að tæla Ísraelsmenn svo þeir neyttu kjöt sem helgað var skurðgoðum og drígðu hór. Þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta. Gjör því iðrun að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Hver sem eyra hefur, hann heyrir hvað Andinn segir söfnuðurum. Þeim sigrar mun ég gefa af hinu hulda manna og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá
við tekur. Pergamos, þetta var stór borg sem var 80 km norður af Smyrnu. Það söfnunin sem við heyrðum síðast, sem fékk mjög gott einkunnarskírteini frá Guði. En þetta var borg sem var mjög heiðin og það voru mörg skurðbol þar. Borgin var byggð á hæð sem lá svona 300 metra ofan við nærliggjandi sveitir. Þannig að þetta var svona mjög vel víggirt borg. Og hún hafði gegnum langan tíma verið mikilvæg miðstöð grískrar menningar og menntunar. Og þarna var gríðarlega stórt bókasafn sem var sambarilegt bókasafninu í Alexandríu. Og það var svo mikill metingur á milli þeirra að pappír sem kom frá Alexandríu, þeir reyndu helst ekki að selja hann til þessara borgar. Þannig að þeir fundu upp sinn eigin pappír sem dreifu nafn sitt af borginni, Pergament. En þetta var einnig miðstöð grískrar fjölgyðistrúar. Þetta voru í borginni mörg hof og skurðgoð. Þarna var stórt musteri sem tileinkað var Seifi og það hefur allavega að hluta sínum verið endurbyggt í stóru safni í Berlín. En höfuðguð borgarinnar var Asklepios, eða stundum nefndur Æsklákur. En hann var í grískri goðafræði guð læknisfræðinnar og lækninga. Og hann var sonur Apollos og faðir Hygeu, sem var heilbrigðisgyðjan. Og kennimerki þessa gríska guðs var sem sagt stafur sem að slanga hlykkjaðist upp eftir. Og þetta er núna alþjóðlegt tákn læknavísindanna. En það voru margir sem komu til borgarinnar einmitt í leit að lækningu. Og merki borgarinnar var einmitt þessi slanga. En það er svo merkilegt hvað Satan, hann getur tekið sannleikann og beitt hann. Slangan er tákn syndarinnar og svona í fyrsta sinn sem að við heyrum einhverja slöngu á einhverjum staf. Það er þegar við lesum í 4. Mósebók hvernig Móse hann hóf upp eyrorminn í eyðimörkinni til þess að fólk gæti bjargast. Og það er síðan hulið öllu fólki hvað í raun og veru þetta táknar. Seinna verður þetta svona skurðgoð sem að einn af konungunum í Ísrael ákveður að brjóta vegna þess að þetta fólk er farið að færa fórnir til eyrormsins. En það er svo ekki fyrir en við lesum í Jóhannesar guðspjalli að Nikodémus kemur til Jesú að við sjáum hvað þetta tákn þýðir. Þetta er tákn sem að vísa til krossdauða Jesú. Það er hann sem er frelsarinn. Það er ekki einhverjir grískir guðir sem að geta í raun og veru læknað fólk. En í Pergamos stóð líka musteri helgað Ágústusi keisara. Það var sá keisari sem að vildi telja heimsbyggðina þegar Jesús fæddist. Og þessi borg var svona helsta miðstöð keisaradýrkunar í rómverska heimsveldinu. En þegar við lítum á þetta bréf, þá
Og líka mikilvægt að átta sig á hvaða titil Jesús notar sjálfan sig. Það segir hérna, hann sé sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og beitta. Og við vitum það að þetta vísun í Hebreabréfið 4:12, sem við lesum, því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Enginn skapaður hlutur Guði hulið. Allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gera. Og það ekki tilviljun hvaða titil Jesús notar þegar hann talar til hvers safnaði fyrir sig. Og í þessum orðum, þar sem hann segir að hann sá sem að með þetta sverð, sem að orð Guðs, þá liggur svona ákveðin svona ögrun eða hótun í því. Þess að þegar við lesum í 16. versi, þá segir hann: gjör því iðrun að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Hann mun sem sagt berjast gegn þessum falskenningum með orði Guðs. En þessi söfnuður, hann fékk bæði hrós og umvöndun. Jesús segir: ég veit að þú býrð þar sem hásæti Satans Samt hefur þú verið mér trúr og ekki afneitað trúnni á mig. Jafnvel ekki á dögum Antipasar, míns trúarvottar sem dyddur var hjá yður þar sem Satan býr. Hver þessi Antipas var, vitum við ekki mikið en það greinilegt að hann einn af píslarvottum fyrir trú á Jesú. Og hvað á Jesú við með hásæti Satans? Við lesum það í Guðspjöllunum að Satan, hann kallaður höfðingi þessa heims. Og þegar að Satan freistaði Jesú, þá var það síðasta sem hann gerði. Hann fór með hann, enn tekur djöfullinn hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýrð þeirra og segir: allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbiður mig. Þetta eitthvað sem að djöfullinn getur ekki boðið Jesú nema þetta sé eitthvað sem í hans valdi. Við vitum það að Satan, hann höfðingi þessa heims. Og einmitt vegna þess að Pergamos varð þessi miðstöð keisaradýrkunar. Það var ekki óleiklegt að það einmitt það sem að Jesús á við. Í stjórnartíð Ágústusar keisara þá hófst þessi keisaradýrkun, en þótt að Ágústus hefði ekki leyft öðrum að kalla sig Guð meðan hann lifði, þá var hann tilbeðinn sem slíkur og hann var tekinn í guðatölu eftir dauða sinn. Og svo var þetta verra og verra með hverjum keisarann sem tók við. Og þessi nýja keisaradýrkun, hún breiddist fljótlega út allt ríkið, og þetta var ákveðin leið til þess að sýna hollustu og tryggð við rómverska ríkið. Og seinna Domitanus keisari, hann var fyrsti rómverski keisari sem að raunverulega krafðist þess að vera tilbeðinn sem Guð.
Og það einmitt á þeim tíma þá líklegt að Jóhannes postuli, hann hafi verið í útlegð á eyjunni Patmos. Og þetta hrein ögrun við þá sem vilja trúa á Jesú og fylgja honum eftir. Valið stóð á milli keisarans eða Jesú. Keisaradýrkun var því mjög sýnilegt tákn vald Satans hér á jörðinni. Þess vegna segir Jesús, ég veit hvar þú býrð, þar sem hásæti Satans Og það hefur því ekki verið auðvelt að bera Kristi vitni í þessari borg. Og þetta minnir mig á það sem að maður les í sambandi við sögu kristninnar í Japan. Það voru bara 20-30 ár sem að fyrstu kristinboðarnir höfðu til að boða trúna á Jesú áður en að landið lokaðist í yfir 200 ár. Og þegar það lokaðist, þá voru ægilegar ofsóknir. Og þeir voru með ákveðna mynd af Maríu og Jesú sem fólk þurfti að trampa á til að sýna að það væri ekki kristið eða ef það væri kristið að það væri tilbúið til þess að afneita trú sinni á Jesú. Og það voru margir sem að gerðu það ekki og þeir voru krossfestir. Þannig að maður getur vel ímyndað sér að það hlýtur að hafa verið ótrúlega erfitt að vera kristinn í Pergamos. Þetta höfuðvígi keisaradýrkunarinnar, þar sem að hásæti Satans var. En söfnuðurinn hann fær þennan vitnisburð, samt hefur þú verið með trúr og ekki afneitað trúni á mig, jafnvel ekki á dögum Antipasar, míns trúavotta sem deyddur var hjá yður þar sem Satan býr. Þannig að þrátt fyrir þennan písladauða og þessa ógn, þá höfðu þeir ekki afneitað trúni á Jesú. En svo kemur þetta bara lítið orð, en það hefur mikla merkingu. En þó hef ég nokkuð á móti þér. Og svo talar hann Bíleam. Og það er svo merkilegt þegar maður les opinberun Jóhannesar hvað það eru margar myndir og vísanir í Gamla testamentið. Og við munum það frá Gamla testamentinu að þetta var spámaður, en hann var ekki Ísraelsmaður. Hann var hálfgerður særingamaður sem var svona hægt var að leigja. Við getum lesið hann í 4. Mósebók, 22. kafla. En þar eru konungurinn í Móab, hann eiginlega vill leigja þennan spámann til þess að bölva Ísrael, vegna þess að nú eru þeir búnir að vera í eyðimörkinni og nú eru þeir að koma inn í fyrirheitna land. Og hér talar hann að þessir þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams. Og hver er þessi kenning Bíleams? Jú, við getum kannski sagt að hann hefur hugsað allt leyfilegt. Það engar afleiðingar. Hann hafði einhverja vitneskju Guð, hann heyrði rödd Guðs, en það var hægt að leigja hann, og þegar hann var beðinn að bölva Ísrael, þá gerði hann það ekki að vísu. En hann var særingamaður sem að Balak konungur í Móab hafði
hann sagðist alltaf borga honum ef að þú bölvar Ísrael. Og hann gerði það sem Guð sagði honum að gera upp að vissu marki. En svo varð löngunin eftir fjárhagslegum ávinning yfirsterkari. Og hann ráðlagði Balak hvernig hann gæti lagt snöru fyrir Ísrael. Og sendir þessa ungu stelpu frá Móab svona nálægt búðunum, tælu mennina og svo margir tældir til þess að dýrka Bal. Kannski hugsa, já, þeir lofsyngja Guð alveg eins og við. En það var ekki sami Guð. Og svo út af þessu þá, í lokin þá liggja yfir 40.000 Ísraelsmenn í valnum vegna þess að reiði Guðs var á móti þeim. Þeir höfðu dríkt hór gegn honum. Og í Júdasarbréfi þá getum við líka lesið aðeins 11. versi. Það skrifar hann og hér hann að tala sem sagt óguðlega menn sem að misnota náð Guðs. Frá 10. versi. En þessir menn lastmæla öllu því sem þeir þekkja ekki, en spilla sér á því sem þeir skilja af eðlisávísum eins og skynlausar skepnur. Vei þeim, því þeir hafa gengið á vegi Kains og hrapað í villu Bíleams fyrir ávinningssakir og tortímst í þverúð Kóra. Og hér nefnir Júda, hann nefnir hér 3 dæmi menn sem fóru sínu fram án tillit til vilja Guðs, þó að hann væri þeim kunnur á vissan hátt. Kain, hann myrti bróður sinn út af öfund og Bíleam notaði klæki og dulhyggju til að svala græðgi sinni. Og Kóra, hann gerði uppreisn gegn leiðtoga Guðs Móse vegna þess að hann vildi sjálfur fá að stjórna. Þessar sögur þær sýna okkur viðhorf sem dæmigert fyrir falskennara og spámenn. Þeir eru fullir af stolti, eigingirni, öfund, græðgi, valdníðslu og þeir bera enga virðingu fyrir vilja Guðs. Þess vegna getum við sagt að þessi kenning Bíleams, hún allt leyfilegt. Það eru engar afleiðingar. En það svo? Allt leyfilegt? Vissulega þá eigum við fyrirgefninguna í saki Jesú Krist. En eins og Jesús mætti konunni sem var tekin í synd, hann sagði henni að hætta að synga. Við verðum að leita eftir vilja Guðs. Og enn og aftur þá skulum við minnast þess að Jesús segir: gjör því iðrun að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði míns. Og ef við hugsum líka aðeins þetta bréf svona í kirkjulegu samhengi, þá vitum við það að einn af keisarunum, Konstantínus mikli, sem var keisari Rómaveldis á árunum 306, hann einmitt frægur fyrir það að hann lögleiddi kristna trú í Rómverska ríkinu. Og merkingin á þessu nafni, Pergamos, kannski dálítið erfitt að átta sig á því, en þetta gamos, það
á sína rót í orðinu sem að merkir hjónaband. Þannig ef við reynum að setja akkúrat þennan texta inn í, ef þetta er spádómsteksti kirkjulega sögu, þá er þetta eitthvað sem passar mjög vel við það sem að gerðist þegar að kristnin var lögleidd. Og ég hef oft velt fyrir mér hvort að samband ríkis og kirkju, er þetta blessun eða er þetta bölvun? Og það er líka rætt þá sem að voru heldur fast við kenningu Nikolaítana. Bara það orð, Nikó, sigur, Laítar, fólk, eða eins og maður segir á ensku lay people. Á íslensku myndum við segja svona hvað er íslenska orðið? Já, leikmenn. Sem sagt, sigur yfir leikmönnum. Það sem að gerist með því að kirkjan fer inn í þetta hjónaband, að kirkjan verður meiri svona embættiskirkja, og ég hef oft velti fyrir mér hversu mikil blessun er af því. Einn af veikleikum japansku kirkjunar er að það er embættiskirkja. Þrátt fyrir að margir af þeim kristniboðum sem að þar starfa komi frá leikmannafélögum, hreyfingum, og vilji boða þá sýn á kirkjuna, þá er þetta samt embættiskirkja. Og það er ekki styrkleiki. En svo kemur hvatningin og áskorunin, og þetta er áskorun andlegt skírlífi, að vera trúr. Vegna þess að hættan við málamiðlun, og það er einmitt það sem að gerðist þegar að Konstantínus lögleiddi kristna trú. Það verður svona bræðingur, eitthvað samkomulag þar sem að 2 eða fleiri aðilar þurfa að slá af kröfum sínum til þess að ná ákveðnu samkomulagi. Og það er einmitt hættan við málamiðlun, að boðskapurinn hann útþynnist og fagnaðarerindið Jesús verður óskýr og missir kraft sinn. Og það er einmitt boðskapur Jesú til þessa safnaðar, að ganga ekki veg málamiðlunar. Það er líka annað sem við sjáum í Japan, að vegna þess að gömlu trúarbrögðin þeirra eru svo samofin menningu, þá eru margir sem að verða kristnir, þeir átta sig ekki alltaf á því að það er ýmislegt sem að þeir gera og telja sig verið að gera menningarlegum ástæðum, eru hluti sem að ef þeir lesa Biblíuna og fara eftir orðum Biblíunar, þá eru það hluti sem að þeir geta ekki lengur tekið þátt í. Það eru hátíðir þar sem að farið er með box úr musterum, þar sem að guðir eiga að búa, og það eru siðir sem tengjast forfeðradýrkun, og það eru margir kristnir í Japani sem ekki gera sig grein fyrir því að þetta eru hluti sem að Guð vill að við gerum ekki. Þess vegna er það áríðandi fyrir okkur að feta ekki veg Bíleams og segja það er allt leyfilegt. Það eru engar afleiðingar. Það eru nefnilega afleiðingar. Það eru reglur. Guð hefur sett ákveðnar leikreglur og hann vill að við sem börn hans, við förum eftir þeim.
Og hvatningin að vera trúr og ekki afneita trúnni og ekki feta þennan veg málamiðluna. Og hann segir einmitt, gjörið því iðrun að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Og lækningin sem hann gefur þessum söfnuði þetta tvíeggjaða sverð. Það bara orð Guðs sem getur skorið hvað rétt og hvað rangt. Í stað þess að fara í málamiðlun. Og svo þessi fyrirheiti. Hver sem eyru hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Þeim sigrar mun ég gefa af hinum hulda manna. Og við vitum það að í 40 ár þá borðuðu Ísraelsmenn sama matinn dag eftir dag. Mannabrauð, mannakökur, mannabúðing. Það var alltaf sami maturinn. Á endanum voru þeir þreyttir af því. En það þetta sem hann gefur þeim fyrirheit Við getum minnst þess hvernig Guð barðist við Satan í eyðimörkinni. Gerði þessa steina að brauði. Og hann sagði, maðurinn lifir ekki að brauði einu saman en að hverju orði sem kemur út af munni Guðs. Og það einmitt þetta tvíeggjaða sverð sem við þurfum að nota í okkar daglega lífi. Og þeir sem að sigra, hverjir eru það? Í 1. Jóhannesarbréfi þá skrifar Jóhannes, 1. Jóhannesarbréf, 5. kafli, vers 4-5. Við getum lesið vers 3. Því að í þessu birtist elskan til Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Því að allt sem af Guði fætt sigrar heiminn og trú vor, hún sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver sá sem sigrar heiminn, nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs. Og það til þeirra sem hann gefur þessi fyrirheit. Þeir sem sigra mun ég gefa ef hinum hulda manna og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá við tekur. Þetta eitthvað sem við viljum upplifa. Það ekki. Við viljum vera þeir sem að sigra heiminn og fáum hluti þessum manna. Fáum þennan hvíta stein. Við erum erindrekar Krists og við getum ekki gert málamiðlanir. Og þess vegna getum við líka, þegar við lesum þessi bréf til þessara safnaða, að þetta ekki bara til safnaða, þetta líka hver sem eyru hefur. Við verðum líka að skyggnast inn í okkar eigið líf. Ég að gera einhverja málamiðlun á einhverju sviði? Og Guð að kalla okkur til þess að iðrast og snúa okkur frá einhverju til hans? Og hér verðum við að biðja Guð að gefa okkur andlegan þroska til þess að átta okkur á þessu. Og hugrekki til að gera úttekt á eigin lífi. Og svo sinn heilaga anda til þess að taka framförum í andlegu lífefni.
vegna þess að við erum kölluð til þess að vera erindrekar hans allan sólarhringinn, alla daga vikunnar. Við skulum byrja. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir opinberun Jóhannesar. Við þökkum þér fyrir það að sæll er hver sá sem les þessi spádómsorð og heyrir þau og varðveitir þau. Nú byggjum við þig að þú opnir eyru okkar, skilning okkar og hjörtu okkar, þannig að við getum skilið hvað þessi orð þýða. Við byggjum þig einnig að þú getur opnað hjörtu okkar þannig að við getum tekið við þeim og við getum gjört iðrun ef það er það sem við þurfum að gera. Opnaðu augu okkar þannig að við getum séð inn í líf okkar og þeirra sem í kringum okkur erum, hvernig og hvað það er sem við þurfum að breyta. Hjálpa okkur að halda fast í nafn þitt og ekki afneita trúnni á þig og ekki að falla í kenningu Bíleams. Haltu okkur á þínum vegi og gefðu okkur líka þetta sverð svo að við getum barist með þínu orði. Við þökkum þér fyrir það að þú elskar okkur og þú hefur kallað okkur til að þjóna í þínu ríki. Við biðjum þig að blessa kristniboðan okkar og samstarfskirkjur okkar í Eþíópíu, Keníu, í Japan og í Kína. Viltu blessa allt þetta starf. Hjálpa okkur öllum að vera blessun þar sem við erum, að við séum ekki fólk málamiðluna, en við séum þeir sem að tölum sannleikann í kærleika, þannig að það verði skýrt hvernig orð þetta er. Svo byggjum við saman bænina sem að þú kenndir okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort dagleg brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem fyrirgefum vorum skuldir. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Takk fyrir þetta, Leifur. Þá er þessi samkoma senn á enda. Það er kaffi hér á eftir eins og venjulega. Það komu 25.500 krónur í samskot. Við þökkum kærlega fyrir það og biðjum Guð að blessa þessa gjafir. Við skulum að lokum syngja númer 203, Líf sem braut mig leiðir Jesús, númer 203 í bókinni.